Ég þá sagt ykkur eina smá sögu. Frægur maður á Norðurlandi, hann sagði sko, ég þekki bara 3 menn sem hafa svo kallað stálminni. Það ég sjálfur, náttúrulega, og það með Pétur sonur minn og svo mann ég ekki hvers að þriðir. Maður kann svona smá frasa sko, það eins og þetta, já, ég sko alveg nýbúinn að gleyma þessu. Maður spurður eitthvað sem skipti máli, hans dómur sumra. Við erum velkomnir hér í kvöld á þetta 50-dags erindi hjá íslensku radioamateurum. Ég veit að þið veitið strax athygli að upptökutæki þarna á stöng, en ekki nóg með það heldur sko hljóðnemi, ytri hljóðnemi kominn og það í fyrsta skipti sem hann notaður og nú eru 2 möguleikar á eftir. A. Þetta tekst ljómandi vel, eða B. Það heyrist ekki orð. Ég veðja á þetta fyrra, lauslega prófanir áður. Nú hér fjöldi manns og það er gott að sjá. Mér langar fyrst af öllu til þess að biðja þá sem splunku nýir, eða svo má segja, að standa upp. Standa upp á lappirnar. 2 og 4, splunku nýir. Og þeim að við segja nafnin ykkar, ef ég byrja hér. Já, Sveinbjörn Halldórsson. Sveinbjörn. Ég Kristi Fannar Pálsson. Ef ég vil segja kallmerkið sem sóttu. Já, hérna Sveinbjörn Halldórsson, DF1SH. Flott. Og ég eins og því, Kristi Fannar Pálsson og ég sótt TF1 KFP. Takk að þér. Já, Hermann Karl Björnsson og sóttu TR3 HKB. Björn Bjarnason heit ég býð á frátækið. Ég sótti TR3 og SH. Og SH, flott. Flott að morsi. Markus heiti ég sótti TF3 MJP. Takk að þér, það var ekki einn í viðbótum einhvers stað. Nei, þetta gott, fá okkur sæl. Síðan eitt hérna síðan í, sko, sem fekk leyfi fyrir ári, tók próf fyrir ári síðan einni eða fleiri. Þeir eru hérna, er það ekki? Þú ekki slíkur maður? Jú. Þú mátt alveg standa upp og segja nafnið og tilheyrandi. Jón Atli, TF2 Rasi. Við erum fleiri hérna. Gunnar heiti ég, TF5NN. Flott, segja þetta. Guður Gíslason. Það er rétt. TF3MG. Takk að fyrir. Guður með góður. Þetta er gott. Nú, af þessum mönnum sem hér hafa staðið upp í kvöld, hefur Jón Atli hér nokkra sérstöðum. Þú mátt alveg standa upp aftur og snúa þér á mannskapnum. Jón Atli, hann hefur þá sérstöðu að hafa nú þegar haldið erindi hér hjá IRM og hann heldur næsta erindi að 2 vikum liðnum áhuga mál sitt mikið sem við fréttum af því að hann dregur. Er ekki rétt? Jú, það er rétt. Nú, erindið sem þetta 2 viku verður hans námsakland, en viku síðar, fyrsta 50 dag í desember, kemur Benedikt TF3 TNT og mun ræðum endurvarpa. Það er mikið að gerast þar og það verður gaman að sjá það. Ég þarf bara að nota myndir, ofnir. Og þetta er Georg Kulp, hann tekur fína myndir, brosir til hans. Þetta er fyrir Jónas. Jónas. Ég bara fyrir. Og fyrirlesari kvöldsins er líka Benedikt TF3 T. Hann er af góðum og gildum radioamatúra ættum. Faðir hans var Sveinn Gunnarsson, einn mjög öflugur amatúr alla sína tíð. Hann átti 2 af sonum hans, eru það einnig öflugur amatúr. Þetta er þá annar þeirra eins og bróðir hans Guðmundur Sveinsson, sama kallmerki á faðir hans, mjög öflugur líka. Og það er hvað sæti aftur. Það líður bara með því. Það kemur að þér sko. Benedikt er mikil fyrirmynd okkar hinna. Þegar við hinir erum svona rétt að blikkarpulum í næsta húsi og hafa samband á gegnum tunglinu, endurvarpir á tunglinu
hann er til jarðar aftur og gerir aðri betur. En fyrirlestur kvöldsins er skemmtilegur og spennandi og hann sagði sjálfur það verið gaman að ræða við ykkur hér því að hér eru svo mörg nýja andlit sem aldrei hafa séð hluti sem þessa. Þá setjum við í gang yfir til þín, Benedikt. Takk fyrir. Það er Það var snabba ljósum. Já. Ég ætlaði bara að hafa þetta svona létt. Ég hélt fyrirlestur, mjög svipaði fyrirlestur fyrir nokkrum árum. En ég hef ekkert svo mikið tíma, þetta eru 40 slættir en ég reyndi að klippa hann yfir, þannig ég reyndi að fara aðeins rætt í gegnum það. En ég er sem sagt hérna, já, búinn að prófa ýmislegt og er núna svona, maður er alltaf í einhvern svona fasa. Ég er búinn að vera í þessu, já, VHF fasa þar sem ég var að prófa tunglið. Síðustu ár er ég búinn að vera mjög mikið í þessum stuttbylgju keppnis hamiða fasa. Þar sem ég er búinn að vera að taka þátt í keppnum og ég hef svona verið að í hérna í Skerjó og með lítinn garð og alltaf vilja keppnir íta svolítið á loftnet, stór loftnet, stærri loftnet, aldrei nógu mörg loftnet. Þannig að ég ætla að skipa þess að ég var með í fyrirlesturinn og talaði svolítið mikið fyrra ævintýrið mitt sem er uppbyggingin í Álfsnesi. Þar sem ég var með svona stöð þarna úti í hrauni og það fór svona bara og ýmsa vegu. Þetta var mjög erfiður staður en bæði veðurlega séð og skilyrði og truflanir og fleira. En þannig að ég fór eitthvað að leita og fann þessa stöð sem er hérna, sem við kallum yfirleitt mýri, má ekki rugla þess að við mýrar, en þetta er bara því hún er út í mýri, þannig Stokkseyrar mýri. Þannig að hún er þarna rétt fyrir, hún er svona 4 km norðan við Stokkseyri. Og hérna, ég og bróðir minn í 3SG, við eignuðumst þessa stöð 2021 og höfum verið að byggja hana upp. Þetta er sem sagt gömul orðgjöfin norðurljósastöðin en heitir Súpedaran og er sem sagt partur af alþjóðlegu rannsóknarverkefni, þessi var partur. Það voru sem sagt hérna 2 svona stöðvar á Íslandi og það átti að leggja þessa niður og bara fara með jarðhitið þarna á svæðið, henda öllu og hin stöðin er í Þykkvabæ og það er búið að taka öll loftnetin þar niður og búið að setja upp ný loftnet, þannig að sú stöð verður áfram. Og hérna, þetta er sem sagt, ég sýni ykkur að það koma myndir af þessu. Þetta eru sem sagt, voru 20 50 feta turnar og eru ennþá. Það er búið að taka á alla niður í Þykkvabæ og þetta er sem sagt hérna, ég ætla að reyna að tala sem minnst þetta, en þeir eru hérna, sjáu hérna, þetta er sem sagt suður, þetta er norður hver jarðar og þetta er suðurskautið hérna og þetta eru stöðar sem eru út allt. Þannig að þær eru hérna við Calgary, svo er, það hljóði ekki Stockholm, nei, hvað er? Nei, við erum búin aðeins langt hérna. Ég veit ekki hvað þetta er, ég sé ekki á kortið. En þær eru allavega starfræktar og þær svípa þessa geira og hérna mæla endurkast frá jónagólfinu. Og þetta eru mikið til þess að þið eru að skoða á sólarham og fleira spár, skilyrða spár og fleira, þær kom út gögn frá þessum stöðum eru notaðir í þær spár. Og þetta er sem þetta hérna Kerguelen og þetta er hérna suðurskautið á fleiri staðir hérna á suðurkölnu. Þannig að þetta er svona, ég get útskýrt meira söguna á hvernig við eignumst þessa stöð og fleira í öðrum fyrirlestri. En skemmst frá því að segja þá hérna eignumst þessa stöð og það er hús, 40 km kofi þarna og 20 turnar
út í mýri, þar sem enginn kemur, og það er rafmagn. Þannig að þetta var ágætis fengur. Þannig að nokkrir punktar bara á stöðuna. Hún er hérna í mýri, en við getum fjarstýrt henni. Við getum sem sagt tengst henni, ég get notað henni heima. Ég er með 2 stöðvar sem er þetta fjarstýra. Við erum með eina Flex sem er í rauninni bara þarft að nota tölvu við. Og svo er ég með svona Elecraft K3, þannig að ég er með svona bara front heima, þannig að ég get bara nota hana bara alveg eins og ég væri á staðnum. Og það er þetta fjarstýra, ég er með magnara þarna og ég get stýrt öllum loftnetum og þannig að þetta er algjörlega já, og svo er bara mjög fínt að vera þarna líka. Það er mjög, sérstaklega erum mikið að þegar við erum í keppnum, þá er miklu betra að vera þarna, það er engin truflun, það er ekkert að beða að skuttla, það er eitt, það er bara, maður er þarna, þetta er bara sumarbústaður með loftnetum. Það er, hérna er svona bara layoutið, það er svona, hérna sjáum við þetta er allir turnarnir. Það eru 16 turnar í einni vílu og svo eru 4 turnar hérna fyrir aftan. Og þetta var þannig að á öllum þessu turnum voru sömu loftnet, sem loftperiodiknet, sem vísuðu í norðvestur. Og þetta eru svona sendiloftnetin eru fremri línan og móttökunetin eru hérna fyrir aftan. Þannig að þeir senda og svo kemur eitthvað endurkast og netin hérna fyrir aftan nema, sem sagt, nema merki sem kemur tilbaka. Og það er, þau eru öll hérna tengd með coax inn í húsið og það er, coaxin er, þau eru öll elektrískt jafn langt frá húsinu. Þannig að hérna er kannski bara einn coax sem liggur beint hérna í húsið. Hérna er coax með bara stór haug af coax. Þannig að hann sé jafn langt frá, þannig að þetta loftnet hérna sé jafn langt frá húsinu og þetta. Þannig að það er fullt af RG213 þarna. Því miður ekki betri coax, en ef þú vantar coax þá ég nota hann. Þannig að ég nota hann alveg ekki. En við erum búin að skipta, við erum búin að taka eitthvað af þessum netum niður og búin að setja svona meira amatörvæn loftnet á þessa turna. Þannig að í dag eru við með jaka. Hérna eru við með þessu 10 metra jaki hérna sem er í vesturátt. Svo erum við með hérna austurloftnetin hér. Og reyndar er ég alltaf með eitt 15 metra neti hérna bara á Suður-Ameríku. Þetta er listin yfir loftneti sem við erum með núna. Og það almennt sé þetta jakar. Við erum með sem sagt hérna eitt 40 metra net, sem sagt 2 elementa jaka sem eru á rótor. Við erum með eitt svona træbandir, stóran træbandir. Sem er opið 16.3, eða svona klón, ég smíða hann bara eftir teikningu. Við erum með, þetta á að vera bara 40 metra vertikall, það er bara 10 metra stöngu upp í loftið. Svo er það 80 metra vertikall en hann er 20 metra hár, þetta ætti að vera 10 metra. Þetta er full size vertikall á 80. Og svo erum við með á 160 metrunum erum við með 24 metra háan topplotaðan vertikal, ég sýni ykkur myndir af því. Og svo erum við með þessi beverage loftnet sem hérna eru hlustunarnet. Þetta eru nokkuð loftnet, það mætti vera á fleiri, en það átt að bæta við þetta sumar en gerðist lítið. Og þetta er sem mynd af 80 metra vertikalum, þetta er bara álrör 20 metra hár með cirka 60 rafbjölum sem liggja bara hérna í grasinu og hann er búinn að vera bara uppi núna sem þetta var eiginlega fyrsta neti sem ég setti upp þarna og hann er ennþá uppi stagaður með 3 stagaður með dínuma stögum þannig að það er alveg ótrúlega að hann hangi hérna uppi. Ég er alltaf að taka niður það er eiginlega að skoða sko stögina hvort það sé nokkuð farað eitthvað að étast í þetta eða eitthvað en hann hangir ennþá sko. 160 metra vertikallinn, þetta var nú svona bara ákveðið bara rétt fyrir keppni að henda honum upp og ennþá hangir hann uppi. En hann var smíðaður úr svona ljósa trússum sem ég fekk gefins
og ég man ekki, þau eru cirka 16 metra há og svo eru við með stöng upp úr og þetta bara svona ristuðan, bara með stiga og hérna tóðum hann upp svona og bara 2 í þessu og hann er svona eiginlega, hann er svona eiginlega alveg bara í vatni sem er mjög gott. Þannig að, já, svona mestmegnis gott, sýni ykkur á eftir. Þannig að þetta er net sem hefur svona, við vitum ekki ennþá hvort það sé gott eða ekki. Hann virðist virka fínt sem sendinet, en hann er svona leiðilega erfiður í tjúning. Við þurfum að mjög, þessi topplótu vertikalegu eru með mjög lágan impedans og þegar maður er með eitthvað spólur þá er það svo rosalega þröngar, þannig að við þurfum að vera með refi til að skipta á milli. Þannig að þetta er svona pínu touchy og maður sér það líka, þú veist, bara topplótin er að þess að blakta í vindi þá sér maður á standbygginu og þetta er allt rosalega svona, já, en hann hangir ennþá uppi og við erum búin að margstagan, við höfum alltaf haldið hann alltaf að fara niður sko, við höfum farið upp í hann hérna svona og sett fleiri stug, ég held að þessi verður bara svona 20 stug bara út allt sko, því að við nennum ekki, ég vissi hvað var mikið vesen að koma hann upp og við nennum ekki að taka niður, þannig að það er svona legið til að, já, þá kemur hérna svo, hann situr á svona fæti og hann er bara festu með svona grænum svona vökvaflemmum, þannig að hann er einangraður svona frá mastrinu. Og já, þetta er svo lélega upplýsning sko, sést mér ekkert þetta, en hann er bara stagað, við rákum bara niður einhver járn og hann er mjög vel, hann er fínt staðsettur, góð jörð, fullt af rafjölum og ég hef semst smíðað síðan eiginlega flest alla jakana sjálfur, þannig að þetta var svona smá smíði. Þeir eru ekki allir komnir upp sem ég smíðaði, en ég keypti slatta áli frá Ferrusing og sett upp fínt borð heima til að þarf að vera svona pínu nákvæmt og leiðir líka að ef maður smíðar þetta ekki vel þá passar þetta ekki saman þegar maður er að setja þetta saman og þannig að það var svona smá pæling á baku þetta og þetta var alveg heilmikið framleiðsla þarna. Þetta er bara heima í skúrnum sko og þetta var alveg en þeir eru svona, ég fekk semst teikningar frá Ítölunum sem með Mómabím, þeir bara létu mig fá teikningar af þeirra netum og svo eru teikningar af til dæmis Optibím jökunum til og þetta er allt mjög, og það er kosturinn við evrópsku framleiðendurna þeir nota sömu stærðir og við getum keypt hér. Þannig að það er mjög þægilegt að þetta passar allt saman. Þetta er svona erfiðara sko, ef þeir eru að nota einhverja stærðir sem sverleika sem passa ekki saman og það er mjög langt á milli þá er þetta allt eitthvað hringlandi og þetta er aðeins meira þetta. Svo eru bómurnar. Það eru 70x70 prófílar og ég ákvað að nota bara prófíla. Það er aðeins auðveldara svona heimasmíðaða klemmur. Þetta hérna eru það sem við köllum vel boom to element klemmur og þetta er bara eitthvað sem er mjög auðvelt að smíða. Ef ég væri með röra bómur þá þyrfti ég röra klemmur og þetta er allt líka spurning kostnað, þær kosta og bara púsklemmur, þetta telur alveg svakalega saman, það er ódýrara að gera þetta bara úr flatáli sko. En Optibím og Mómabím gera þetta svona sjálfur, en Canon yfirleitt alltaf með þessar bómur sem eru úr rörum, það er betra, þær eru sterkari. Ferköntu bómurnar eru ekki eins sterkar. Það er, og hérna er þetta er boom to mast klemma sem festir bómun á mastrið. Þetta er alveg nokkuð voldugt. Ég ætla ekki að segja ykkur hvað svona flatál kostar. Þetta er alveg fódýrt. Og svo er aðeins þetta eru elementin, ég bara sýna bara ég reyndi að setja þetta allt upp í svona jig, þannig ég geti bara
þurfti ekki mikið að geta bara borað þetta allt bara jafnt út og þetta var heilmikil smíði og hérna er aðeins hvernig ég sagaði, þá var ég bara með alltaf, ég veist að saga kannski 20 rör alveg eins og þá var ég bara með svona, setti ég bara eitthvað stopp og bara sagaði þarna og þá var þetta allt eins. Þannig að þetta var alveg heilmikil smíði. En svo kemur að ég að því að hámarkslengdin á áli sem við fáum er 6 metrar og flestir sem net eru, en neti sem ég var með voru 10 metra löng, þessi bómulengd, þannig að ég þurfti að finna leið til þess að ég þurfti að framlengja bómunum og ég ákvað að kópra eins og Optibeam gerir þetta og ég og þá þurfti ég að smíða svona flatál inn í bómunar og þurfti að geta skrúað ég sýni ykkur þetta næstum þetta er svona ég sjá hvernig og það var alveg snill til ég fann þennan bor þetta var þá gæti ég snarað úr fyrir rónum og notaði sem bara skrústykki ég reyndi með einhverju vökvapressu en skrústykki gamla það gerði þetta bara náði að tryggja það saman ég á ekki legupressu og hérna sjáum við hvernig bómyndar eru setta saman. Þannig að það verður bara sett inn í og þess vegna skrúast boltir hérna í og róin hérna á móti. Og þetta þarf að vera mjög nákvæmt. Þannig að ég gerði þetta bara úti en þetta tókst. Þetta er alveg svona millimetr þarna eitthvað þá er þetta eitthvað skakt sko. Þannig að þetta hefur allt hangið ennþá uppi þannig að þetta hefur ekki brotnað. Þannig að þetta var heilmikið smíði. Ég smíðaði þarna þessa mónobondarjakka fyrir 15 og 20 og sem sagt klóninn af Optibeam OP63 svona. Þannig að þetta hefur svo sem allt hangið uppi. Það er svo margt annað í svona stöð en bara loftnet. Það eru síðan smíða alveg gríðarlega mikið af loftnetsskiptum. Þannig að það er svo gaman við þetta amatörradiosport að það eru gaurar sem er að selja bara prentplötur eins og þessi hérna. Þetta er hann Michael Landsmark, Sugar Juliet 4 Zero Whisky sem er stór keppnisstöð í Svíþjóð og þetta er svo allra brjálæðasti sem ég veit og hann er búinn að eyða alveg gríðarlegan tíma í að hanna þetta og maður getur keypt þessa prentplötu bara á honum og svo er þetta bara allt staðlaðir komponentar. Þannig ég gæti keypt bara prentplötunar, kostuði 50 eurur og relleiðin af AliExpress eða eBay og smíða alla loftnetskiptana þannig að ég geti skiptu loftnet hvað sem er. Þannig að þetta var ég setti þess inn því að ég var það við þurfum að byrja að taka nokkur loftnet niður til að koma amatörloftnetunum upp og þessi gauri er hérna, ég fékk hann Þórð að koma á vörubílnum og við kiptum nokkrum svona loftnetum niður. Ég var búinn að reyna það með vinnulöftu, gekk ekki, en það er best að vera bara með almennilega græjur í þessu. Þannig að svona lítur, þetta er sem long periodic jakkinn sem þarna sjáum við alla turnana og þetta eru bara alveg svakaleg loftnet sem eru búin að vera þarna sem 94 og við erum alltaf með einn þarna inni, sko, við notum einn sem er í lagi og er alveg bara hörku fínt loftnet. Bara engin stafbylgja frá 10 megaræðum upp í 30, bara fínt, bara virkar. Bara Kalifornía bara á kvöldin, það var bara alltaf maður skiptir yfir þetta, bara Kalifornía inni. Það var bara gallinn að þau snúið til norðvestur, það er eini gallinn. Ég er alveg búinn að skoða hvernig ég geti farið upp og losað 3 bolta og snúið inn í netinu og borað síðan aftur. Ég er alveg búinn að pæla í því, sko. Þetta er svona en þetta, já, ég
ég er sem búinn að taka 8 svona net niður. Þannig að það er ennþá að starta þessu uppi. Hérna er, dóttir mín var að hjálpa mér hérna, það er fyrsti jakkinn að koma að smella saman, smíða svona. Þetta er sem 6 elementa jakki á 10 metrum, 11 metra löng bóma. Hérna sjáum við síðan opið 16.3, þetta er sem sagt 20, 15 og 10, sem sagt 16 element. Og þarna sjáum við svona kannski stærðin á þessu, þetta eru svaka net sko, þannig að það er ekki spurning. Og þarna, svona eru þessar heimasmíðu búndumastfestingar, það er bara plata hérna og 4 6 mm voltar. Þannig að þetta er svona frekar einfalt og mjög auðvelt að smíða þetta. Það er ekkert engar klemmur eða neitt sem það er bara getur fengið bús, það er að fá búsklemmur en ef það fá ryðfríar búsklemmur og þá er það orðið mjög dýrt. Ég taldi bara 100 áskall í efni eða eitthvað bara fyrir klemmur. Svo er ég með þessi bevriðsnet sem væri nú eiginlega bara efni í sér fyrirlestur, sem móttökunet, bæði sem bevriðsnet og svo bevriðsson gránd og fleira. En þetta er unni aðalnetin, sérstaklega á 40, 80, 160. Bara án þessara neta, þetta er eiginlega mesta byltingin í, svona ég veit í loftnetum þegar ég fekk svona net. Þau eru 150 metrar löng og þau eru sem sagt, það eru 2 vírar, þannig að þetta eru 2 áttir. Ég get skipt á milli áttana, eða ég reynda ekki hlusta á báðar einu. Ég er með þessar 2 kóas hérna frá þessu neti inn í skúr. Og svo er annað, þetta er sem sagt norður-suðurnetið og svo er annað sem sést ekki hérna sem fer austur-vestur. Þannig ég er með 2 tvíáttanet, þannig ég get skipt á milli átta. Og þetta er alveg magnað á 80 metrum sérstaklega. Það er bara, það mætti vera aðeins lengri, en Hvað er hæðin á þessu? Hæðin, sko, þau eru sett, þau þurfu ekki að vera svona hátt. Þau eru cirka svona. En það er aðalega bara, við vorum pínur hræddir að færi hestar þarna. En það er ekki hestar þarna. En ef það færi hestur, þá myndi hann ekki færi í víru. Það var aðalega gert þess. En þau þurfu ekki að vera þetta há og það eru, menn hafa líka prófað sem befrið svona gránd sem eru vír sem liggur í jörðinni. Og ég hef ekki prófað það en menn segja að það virkar. Hérna, bevriðsnet eru terminir með viðna með endanum. Já. Þetta eru hlustunarloftnet, það er ekki hægt að senda. Já, þetta eru bara hlustunarloftnet. Þess vegna eru þau bandbreið því að það verður ekkert endurkast af endanum, það bara... Ekki með spenni á hinum endanum? Já, það er svona reflection spennubreyting á hinum endanum. Þetta er, já, þau sem sagt, önnur áttin endurkastast tilbaka úr fasa og hann pikkar það upp hérna í þessu, til að geta aðgreint hvor áttin til að koma inn. Þetta er hérna, þetta er svo einfalt, þetta er bara 1/9 spennir inn í þessu. Í rauninni til að búa til svona loftnet, þið þurfum bara svona smáferrið spenni og 470 viðnám á hinum endan og jörð. Það er ekki eina sem þið þurfum, þá er það bara orðið hlustunnet í eina átt. En svo þarf maður sérst jörð sem land. Já, það þarf ekki jörð, en þú þarf, en ég prófaði 80 metra eða langt, það virkar bara fínt sko. Þessi er eiginlega óstutt á 160, þau virkar bara fínt sko. Þau eru að prófa að setja víru undir eða? Af hverju? Sumir á að tala að það gefist vel sko, ekki hann stefnuverkuna sko. Ok, ekki bara alveg, þú veist, og vera það með sko common ground alveg elektrist. Ég hef ekki heyrt það sko, en það yfirleitt er alltaf sagt bara ekkert kontakting nálægt sko, engin víri en eitt nálægt, ekkert. Það er hérna, það hefur yfirleitt verið þannig sko. Hvernig víri ertu með, er þetta áleina kópa? Þarna akkurat er ég með álvír, en það er bara því að ég fór í Þór og mér átti einhverja rúllur sem ég var bara til að borga með það því að þær voru búin að vera upp í hillu í 10 ár
Ég mæli ekki með Álfvír. Hann hefur bara skapað vandræði og hann er ekki sterkur. En núna Guðmundur keypti eitthvað vír hérna frá DX-endurinn sem heitir Kopperklatt eða eitthvað sem er bara stálvír. Mjög grannur og hann er samt koparúðaður. Húðaður. Ekki koppar og veld eða? Nei, ég held að koppar og veld sé... Ja, gætu þið. Hann er, sko... Þetta þarf ekkert að vera mynd, þú veist, að ég er bara ekkert að nota koparvír, hann skipnar bara eftir smá tíma, sko. Þetta er bara, þú veist, það skiptir engum máli, þið getur nota, það er mjög margir sem nota bara galvaninseraðan, það er bara þessi þanvír sem ég hef fengið hérna, hann er bara alltaf verið 2 millimetrar eða eitthvað, ég hef ekki fengið svona millimetris þanvír, það er bara fínt, sko. Suðurvír þess vegna nýttvér? Já, hann ryðgar bara strax. Já, ál, það líka til á rúlu, sko. Já, það er orðið svona dýrt, sko, fyrir 200 metra, það er ekki, ég held að, og hann er alltaf með eitthvað, það er náttúrulega flöggskor, eða ekki, með... Já, nei, hann er bara, hann tóknar strax. Já, eða ekki. Þessi, sko, ég hef þurft að gera við þannig svolítið oft, sko. Við erum að skipta við, sko. En þessi, sko, Befrisnet, þetta er alveg, getur við bara heilt kvöld mótökunnið, sko. Kopparveldin er fyrir nýtt, hann náttúrulega kostar aðeins en hann er alveg eitu sterkur, sko. Já, þetta þarf að vera sterkt, en þetta þarf ekki að leiða vel, sko. Þetta er bara, þetta er algjörlega non-critical loftnet. Sá getur maður notað bara hérna gamla góða beljuvírinn, sko. Alveg, bara stálvír, það er bara eitthvað sem þú veist, ef beljuvírinn er bara rafmagnskýringarefni, bara nælon. Já. Með nokkuð Það er svona djöfus strategið, sko. Já, ekki það. Já. En þú ert með viðnám til jarðar í endanum sem blæðir á honum í þessari settu. Aðeins bara, já, þetta er bara loftnesskiptir og þetta er aftur bara smíði af loftnesskiptum, smíða hellinga þessu, þetta eru hérna prentblöður frá, ég er enda framleiða þessar prentblöður sjálfur af því að þeir remote kóti eru bara með á síðunni hjá sér prentblöðunar, þannig að það er að kaupa þær eða kaupa kit eða gera þetta bara sjálfur. Þannig að þetta eru, og svo er ég með fínt internet hérna, með örbylgju hérna í Jórvík. Svo voru hérna festingar á turnana, þetta smíði einhverjar grotta festingar til að tengjast þessum turnum. Það eru svona flati þríhyrningar uppi, eða vinklar. Og ég bara sauði einhverja íbita og skúffur saman og gerði þetta bara eins sterkt og hægt er og svo hef ég sett og svo voru ég bara í BVB og er með bara pústklemmur, 90 mm eða 30 mm klemmur og röru. Þetta er ekkert svona, þú vildi nú meina ég hef bara að sjóða rörin á þetta, sko, ég geta gert það, sko. Þetta er ekkert, sko, þetta er ekki bara eitthvað nægilega sterkt. Hérna er bara, við erum að vinna, við höfum aðalega notað svona vinnuluftu, við höfum engin svona dragalega vinnuluftu og síðast þar ég er svo cheapo, þannig ég tók hann á bík, hún var ódýrari, þannig að hún er ekki með 80 metra, þannig að hún næri ekki alveg nægilega hátt upp, þá settum við bara svona framlenging og áttum fullt af þessum trússum hérna og settum bara svona vinkaðið út og þá var loftnetið bara hvíldi á þeim hérna og svo var Guðmundur niður og rétti mig bara netið, þannig að það virkaði fínt. Það var aðalega eitt skipti þegar við náðum mjög upp og ég þurfti að rigga með einhverjum böndum hérna og prússignutum og toga þau. Það er ekkert grín, sko, þau eru svona 30-40 kíló og það getur alveg lyftið með á jörðinni en þarna uppi, sko, þú ert ekkert að, maður er ekkert að manúvera þetta ekkert neitt, sko. En þetta hefur bara gengið alveg ágætlega, sko, sérstaklega það þarf bara gott við og hefur ágætlega hægt mér. Hérna erum við að græja 40 metra jakan, takk elementa. Þannig að þetta er ég held sem hefur aldrei virkað myndar, en það er... En ég breytist ekkert neitt hérna að spólan þegar þú komið að nú er spólan með við 4 element, sko. Já, jú. Þetta að föndra hana til? Já, við vorum einmitt, ég smíðaði þessa, sko, sjálfur því að hún kom, ég fekk loftnetið sem ég keypti notað var 4 elementa. Ég ákvað að setja bara upp 2 elementa og
þá þurfti þetta hairpin mats þarna og það var þægild þegar maður var með vinnuleituna. Þá bara tjúnaði henn og svo hendur við loftmyndunum bara upp, mældum, þannig að það væri úr öllu jarðsviðinu, kom bara aftur niður og tókum við með að gerðum eitthvað við skóma. Þetta var, netið er bara, það er of lágt. Vertikallin er bara, þeir eru á pari, vertikallin og lágt, þetta net. Þú ekki prófa að snúa þig bara, vertikall. Það er erfiðara með skverbúm. En það er aftur sko að við vorum að tala um svona dípóla sko, þeir þurfa alltaf að koma þeim helst í hálfbylgju upp þannig að þeir fara að virka alveg í dýr sko. Og þetta er bara í 15 hæð og það er of neðarlega miðað við hvað þetta er mikið batteri sko. Þú ert ekkert að fá út úr þessu. Hæðin eins og mér hefur svakalega mikið að segja á 40 metrum. Já, þetta er bara, þú veist, við erum búin að bera saman. Komið niður í 15 metra þá er bara allt út úr funksjón sko. Já, þetta er bara... Leiðóttir komið hálfbylgju upp frá jörðu þá er það perfekt. Það munar bara öll. Þetta er bara, þú veist, maður er ekki að sjá þennan mun sem ég hefði viljað sjá á einhverju neti í 15-16 metra hæð og einhverju 10 metra prigg, þannig að við miður jörðu. Það er bara... Íngur benti mig nú á fyrir 20 árum, það var nú betra að hafa þetta í 40 metra hæð heldur en 20. Já. Það var alveg hiss á mér að hafa þetta ekki 40 metra og 20. Stærri loftnet, herra uppi, þetta er alltaf þetta sama sko. Já, þannig að þetta er aðeins að sína bara svona hvað ég er búinn að vera að brasa. Og ætla að sína einhvern bara hvað er ég á tíma hérna, er ekki bara fínt. Já, ég á eftir, hann stangur hann hendurist. Þetta er ekki, við hefum fengið þess að heimsóknir. Þeir hafa komið góður hópur vinnir frá Flórida sem hafa tekið þátt til þessari keppni hjá okkur. K5KG og Steve og man ekki þriði. Þeir eru svakalegir keppnismorskallar eru einhver C-klúbnum og þeir komu og tóku til þess að þátt í SAC CW á okkur og eitt skipti þá voru 3 stöðvar í gangi í einu. Þannig að það var ansi alveg þjafnsett. Þá var Guðmundur, Óskar líka og hann Alex prógrænum þeir voru með. Þannig að ég þurfti að smíða náttúrulega stýringu fyrir þetta allt til að gera stýrtöflu og þetta er svona útgáfa 1 sem smíða henni bara svona töfluskáp og það er bara Raspberry Pi þarna uppi og svo eru bara svona heimasmíðu relay og MOSFET borð bara til þess að kveikja og slökkva á relayum. Þannig að þetta var svona, ég myndi að segja að þetta hafi verið betri hönnun fyrsta útgáfan en svo sem ég endaði uppi með núna. Þannig að þetta var bara í svona töfluskáp og svolítið svona eins og industrial setup. Mér þægild að eiga við þetta og ég þurfti að kveikna í einhverja og mér þægild að skipta og svona og allt það. Ég ákvað síðan að setja þetta allt í kassa, svona bara eitt svona rackmount kassa, Raspberry Pi og stakkaði þessum borðum og setti bara svona terminal tengi hérna. Ég held að þetta er eitthvað miklu sniðara, þetta hefur endað með að vera miklu erfiðar í rekstri. Ef eitthvað bílar þá þarf ég að rífa allt í sundur, þetta var miklu þægilega þetta var. Það getur vel verið að þetta er svona aðal breytingin var að ég skipti yfir í meira bara relayborð. Að vera með relay og í staðinn fyrir transtoruna. Því að hraðinn skiptir engu máli og þeir eru miklu líklegri til að reykurinn sleppust úr þeim en ekki úr relayánum sko. Þetta hefur alveg gengið miklu betur. Þannig að ef maður hefur klikkað eitthvað en þetta er líka svo ógeðslega leiðilegt að lóða þetta. Þetta var allt handlóðað, þetta serversmont. En þetta er svona bara, eða þetta leikir eitthvað með ITC, þetta er allt mjög einfalt en hérna er aðeins bara meira
svona, settum við 40 metra jakan upp, hann var bara settur á þessa hillu hérna og með þessari framlengingu og hendum hann svona upp. Það var að segja, ég held að Guðmundur bróðir væri hérna, þetta er Guðmi bróðir hérna, Klífra. Hérna eru svo myndir af sem sagt þetta er þetta er 15 metra jaki, 5 element og þarna er 20 metra jakin og þetta er bara svona falleg mynd. Þetta hérna er mest notað loftnetið, þetta er litla optibímið, þetta er svona optibím 9.5 sem er 5 banda net en bara 2 element á hverju bandi. Þetta er svona orginal frá Þýskalandi og þetta er svo fjörlægt loftnet og það er á rótor, þannig að það er rosalega þægilegt að eiga við það og maður getur bara snúið og það bara virkar. Ef ég ætti að vera með 1 loftnet þá er ég með þetta. Þetta er bara út á 12 metranum 10, 12, 17, 15 og 20, bara algjörlega skotelt net. Er búið að vera uppi miklu lengur. Ég var hérna í garðinu hjá mér heima og farið í gegnum alls konar storma og alveg ótrúlega vel smíðað net, bara virkar. Hérna sjáum við myndir af loftnetaskiptunum. Þetta er nokkuð ný mynd. Þannig að þetta eru skiptar sem ég smíðaði hérna sjálfur með þessum borðum frá Svíþjóð og þetta eru svona ABS skiptar, það eru 2 input. Þú getur með 2 stöðvar og þú getur aldrei valið hérna, þú getur aldrei sett báða stöðarnar á sama loftnet, þannig að þú getur ekki sett. Það er reeli interlock í því, þannig að það er alveg það er nokkuð mikilvægt og þetta er allt eða svona 2x6 skiptar. Þeir eru bara stærri þessir hérna með svona DIN-tengjum. Þetta eru alveg skiptar, bara aðeins meira beefy. Og hérna eru þetta er hérna svona stakkmats. Hérna get ég keyrt báða 20 metra jakana saman. Ég get í báðar áttir. Þannig ég get keyrt 2 loftnet saman. Mjög fín, þetta er svona típist þegar við myndum átt í keppnum. Við erum akkurat þetta mitt á milli Evrópu og Bandaríkjanna og í keppnum er mjög mikilvægt að geta bara keyrt bæði á Bandaríkjanna og Evrópu. Þannig að og þetta var þessi panel hérna var frá stöðinni, þannig að það voru fyrir hvert loftnet voru lagðar 2 kontrollínur eða bara 220 volt og svo einhver kontrollína og 1 coax, þannig að þetta er bara svona stór panel bara í 20 loftnet. Þannig að mikið slattar coax er óndur og komið vatn í og fleira, en það er ég nota ennþá hérna eitthvað sem hérna er ég með tengingu við loggbúrið tengt hérna bara yfir. Þetta er tiltölulega ný mynd. Þetta er Guðmundur bróðir. Þetta er svona bara keppnistöðin. Þetta er mikið á skjám. Það er bara fínt. K4 kominn og þetta er svona típist bara, já, það er svona ekkert meira að segja. Magnarinn, heimasmiða Magnar hérna bak við. Og já, þetta er held ég fyrir ári síðan. Þá var Guðmundur að fara í keppni. Ég talaði þessum 160 metra jakan. Þetta er sem sagt matching unit fyrir hann. Hvað segir ég? Jakan. Já, 160, já, það var Freudian slip. En 160 metra á vertikalinn, topplótaði. Þetta er sem sagt hérna svona stýru við honum, þannig að þetta eru svona rússnesk relay hérna, þetta eru svona glerrelay og þau eru tengd bara inn á spóluna hérna, þannig að ég get kannski sýnt ykkur hérna, þannig að þetta er hugsalega 1820, þetta er 1830, 1840, þetta er bara svo rosalega bandhönd. Þessar spólu þurfti að vera miklu stærri til að hérna, en að því að svo sýndi ég ykkur aðeins hvar hann er staðsettur í Klakavetri mikli hérna fyrir hvað 2-3 árum. Þá ætluðu rétt fyrir keppni, þá endaði þetta svona. Þá hérna, já, þá endaði en við náðum þetta að redda
strax hann upp helstu múrunum. Þetta er vakuumreli, það var allt í lagi. En verra sko, við náðum ekki að tjúna út í netið af því að hluta af netinu var ofan í vatni. Það sem við gerðum að við færðum bara klemmuna þetta þessu upp, það var boltu við og sögum bara neðan netinu. Þannig að hann komst í loftið, þannig að prófið var að fara. Þannig að þetta reddaðist sko. Þannig að þetta er svona ýmis vandamál þarna. Svo ætla ég bara svona sýningur að nokkra myndir hérna. Þetta er, við tókum þátt í CQ World by WPX nokkur saman og þarna er Keli og sonur hans. Hvað heitir þetta? Bjössi. Bjössi var bara alveg harður kallaði bara Seku og bara keyrði bara run og við vorum með aðra stöðu, við vorum með 2 stöður í gangi. Þannig að þetta var Óðinn heitinn tók þátt líka, þannig að hann í Sarsen Pound á fullu. Þannig að við gátum verið með alveg 2 stöður í gangi og þetta til mér að þá bara er ég ekki með myndir af filterunum, ég er með samt síðan með bandpassfiltera fyrir öll bönd, þannig að við getum alveg keyrt 2 stöður inn, það er bara á sitthvoru bandi, þannig að það truflar ekki hvora aðra. Það var eldað og þetta var mjög skemmtileg helgi og við ætlum að reyna að gera meira af þessu, að taka þátt í svona, þetta var alls ekkert neitt svona, þetta var ekkert neitt rosalega alvarlegt alvarleg operation en við bara höfðum rosalega gaman að þessu. Það er mjög gaman að taka þátt svona saman í keppni og það er hægt að velja þessar keppnir ég veit ekki hvað filterinn eru. Þeir ætti að vera hérna. Já, við vorum vantilega með filterina bara lausa á gólfuna því að ég lánaði þetta filterina í keppnina hér. Þannig að við verðum bara lausa filtera. Þannig að bara skiptum með milli. En þetta er alveg gríðarlega skemmtilegt og það eru nokkra keppnir sem er mjög þægilegt fyrir þá sem eru að byrja að taka þátt. Það er ekki gott að fara í CQ World Wide og kalla Seku. Bæði finnið ekki tími, en það er svo rosalega margir að taka þátt og ef þið fáið tími og þá kemur allir heimurinn á okkur og þið bara hættið og lokið radíónum bara farið svona. Þannig að það eru aðra keppnir sem eru miklu rólegri, til dæmis eins og Skandinavíu-keppnin, með fínt að byrja, eða til dæmis eins og þessi keppnin WPX sem hún er rólegri og þannig að þetta er eitthvað sem við ættum sem ég held að er opið hús sem mér eða hérna uppi sko að gera eitthvað í þessu sko. Þarf að hafa geliði til þess að okkar þetta á þessari stöðum? Ég held ekki, en ég þekki ekki alveg. Hvort að ennlegis hafi megi operera full power í keppni ef ég er umsjónarmaður. Það gerir þetta sem er alveg meður 100%. Jú, en það er einhver þetta er góð spurning, við erum að setja það í nefnd, ég er ekki alveg viss. Ég held að ef það er nýliðir með, hann megi vera. Ég held að það sé skilningum, ég held að við höfum búin að ræða þetta. Ég þór ekki að sverja fyrir það. Já, Matti segir það, þá hlýtur að vera rétt. Ég held að það sé rétt skilningum, það var allavega, þannig ég held að það er gelífishafi sem er með stöðuna. Það verður að vera gelífishafi á stöðun. Þá held ég að þannig að þetta er alveg gríðarlega gaman og af því að líka eins og í þessari keppni sko þá byrjaði Bjössi bara í Sarsen Pound sko, bara leita á kalla sko. Það er bara mjög valuable í keppni að vera með einhvern góðan sem bara leitar og gefur kall og það er alltaf eitt að kalla Seku og fá alltaf til að kalla til sín í því en það er annar mál að bara leita og bara kalla, það er alveg ég var svo sem ekki með fleiri slætur en ég ætla bara að ég hef smá tíma ég sýndi ykkur hérna að ég sýndi ykkur hérna að ég er náttúrulega bara að ég hef alveg 20 myndir að ég að ég ætla að þetta átti að vera svolítið meira loftnet en öll þessi smíði að það sem
er ekki sagt hérna er að ég smíðaði sem sagt svona, hvað er myndin af þessu, ég held að þetta sé, ég sem sagt pantaði ál frá, bara eitthvað ál frá hérna Ferrasing. Þetta net fór upp, fyrsta netið sem fór upp og það var bara, eftir sumarið voru bara elementin orðin brotin, byrjuði að brotna. Og þá fór ég að skoða þetta, sko, að það er ekki alveg, ál er ekki alveg samlega ál, það eru margar tegundir og það sem Ferrasing afgreiddi var bara sem sagt, mjög mjúkt ál, ekki hert. Það eru sem sagt herslu hérna, hvað maður kallar svona týr eða sem sagt stuðlar á þeim og ég ætla að sjá hvernig ég hefur heppinn. Og svo mismunandi íblöndurefni sem gera þau stíf og mismunandi að vinna þau versus að styrkur. Ég ætla að sjá hérna hvort ég get sýnt ykkur með það. Sko. Það var bómundar alveg lifað. Já, bómundar hafa allar lifað. Ég var alveg mest hræddur bómundar. Hvað eru það gamlar? Hvað eru það lengi fyrir það? 4 ár. Sjáðu hérna. Já. Þú settur ekki reipinni? Ekki inn í þessu. Af því að þetta er smíðað eftir bara eftir optikinn lengdunum og hann er ekki með reipi. Það verður ógeðslega miklu. Já, ég sem það er bara ein tíni. Já, þetta er bara ein tíni og þetta bara endan með brotnu og ég skil og þú sjáu bara hvað þau eru líka ójöfn, sko. Þau voru svona annarkvort brotnu eða bara botnuðu. Reipið bara til að búa til lót til að eða það sveiflast á móti Deppar. Þetta, ég þurfti að smíða þetta net allt upp á nýtt. Já. Í þessu neti þarna öll þessi element voru öll af sömu þykkt og allt það. Já, sko, eins og Tom smíðar netið sín, Tom er hérna Oddubím-gaurinn, þá eru eiginlega staðlaða lengdir af öllu nema bara síðustu elementunum, svona eitt yfir. Þannig að maður byrjar alltaf hérna á 20 metra, það er alltaf 30 metra yfir í 25, yfir í 20, 16 yfir í 12. Þannig ég þurfti að smíða þetta allt aftur, en málið það sko, ég vissi af þessu, en það var þannig að Ferrasing sko, að því að svo var eitt sem ég tók eftir, það voru bara ákveðin element sem brotnuðu, það voru ekki öll. Og það var bara vandamálið að það sem stóð á heimasíðunni hjá Ferrasing, þar var það sem sagt 6068 T3 sem átt að vera, það var greinilega ekki. Þetta hefur bara verið einhver samtíningur þegar að vera að panta því þeir voru með 2 byrgja, eitt frá Danmörku og eitt frá Þýskalandi. Það sem frá Danmörku var þetta mjúka. Þeir hafa ekkert verið að pæla í þessu. Þannig að þegar ég fór að, þeir voru rosalega góðið við mig og þá var mér alveg gríðarlega afstátt og allt það og sérpöntuðu fyrir mig. Næsta sending var sem sérpöntuð. Hættir það þannig? Hættir það við það? Já, nema sko, já og nei. Þetta er allt sko, þetta er allt bara það. Ég lendi því sko, það skrýtna við þetta er að það net sem er brotið hjá mér núna er 10 metra með styrstu elementum. Það er eftir ítalska hönnun og deilingin á því að þetta er, við förum alltaf sko, við teipurum alltaf niður, við förum alltaf sko úr sverara niður og Tom til dæmis, ef ég mann rétt, þetta hérna er 15 metra, þess að það verður langt. Það verður langt hérna 12 metra rörið, það er heldur langt. Ítalinn var með þetta rör styttra og heldur ennþá lengra eða hvort það var rör, ég man ekki alveg hvernig það var, en það er eitthvað við hönnunina frá þeim á tímurhendinu að ég held að ég var að gera eitthvað vittlust í samtínguna en það brotnaði yfir hérna. Það getur alveg vel verið að ég hef bara ekki rúnað þetta nægilega vel og það hefur einhver hreyfing og þetta hefur bara brotnað. En svo endur smiði öll elementin í því og samt brotnuðu nokkur og þá er ég
ég skil ekki, af því að svo frá Ítalunum eru 20 metrar neti sem eru mjög stærri, þau eru allir uppi og hafa aldrei komið. Er þetta ekki stöðuð? Nei, elementin er ekki stöðuð á því. Þannig að þau eru búin að vera upp allan tíman og ekki vesen. Þannig að það er eitthvað af þessum 10 metrunum og ég er búinn að fá sko, ég ætlaði að gera að því þetta 10 metra net, þetta 6 metra 10 metra net, ég er geðveikt net á Bandaríkjunum. Þetta er bara, þetta er bara mesta gaman sem ég hef haft í Amsterdam er að vera með það net á Bandaríkjunum í Síklóri. Og ég ætlaði að gera við það í sumar og ég er búinn að fá sko, eða einhvern leikið ykkur í esnek með svona jakka sko, það skiptir máli eins og þykir, þessi teipring hérna, hún er í hönnuninni. Þú getur ekki bara alltaf haft þetta 40 mm, þá breytist netið. Þannig ég hef búinn að senda á hérna Ítalina og spyrja ef ég myndi fara að breyta 10 mm í 20, 16, 12, svona eins og ég held að Tom gera það þannig, eða hvort það var 16, eitthvað svipa og aðeins að laga til. Og þeir gáðu mig bara svona reiknum ég þyrfti að stytta elementin aðeins sko. Og ég prófaði esnek og þetta er nokkuð svona, ég sé það sko, þetta reiknað út. Hvar er það að brotna? Er það að brotna við samskiptin þá? Já, það er að brotna hérna, bara allt elementið af og það var líka brotnað við samskiptin. Þannig að ég hafði náttúrulega svolítið svona grun að samskiptin væri mér að kenna sko. En Þú ert ekki með nafnalinn sem er í A10? Nei, en það sem ég gerði hins vegar sko að ég tók eftir víbring á ríflektarnum á 20 metrjakanum og þegar ég var með vinnlutuna og fór ég að náðu í það og setti bönd í sko. Þannig ég er búinn að setja bönd í eitthvað sko. Og 15 metrjakan eru upp að Þú ætti með víbringum 10 líka, það er bara annað tíðni. Já, en maður, þú veist, en við erum að tala um að opið 9.5 neti litla, það er bara jafnlung, eða sko, já, það var reynda, þar voru þess að 10 metra elementin jafn stóra á stórumyndunum, þau hafa aldrei brotnað þar, sko. Þetta er allavega svona, it's a mystery, sko, þetta er allavega svona bara hluti sem maður þarf að díla við þegar maður er að smíða þetta svona og veit ekki hvað maður er að gera. Það er skopur titring. Já, og það er alveg, að setja böndin í, það er ekkert mál, sko. Þau þyngja það ekki það mikið, sko. Það hefur aldrei brotnað rör hjá mér. Nei. En 20 metra elementin er náttúrulega stöðuð, sko. Ekki, já, þú stagaði það? Nei, það var orginal. En það? Hann gerir það ekki eins og 9.5? Nei. Hvernig eru samskipin? Já, optimum aðferðin, sko. Það er ekki bara eitthvað þreita í, þú veist, það er væntanlega eitthvað gött í endanum elementum til að tengja þau saman. Sko. Boruð. Já. Ekki í baulunum, sko. Nei, það sem, sko, það er bara heilt rör í gegnum. Já, yfir bómuna. Undir bómuna, sko. Já. Sko, eins og optimum gerir þetta, þá er sem sagt, hérna er þetta grænrárör og hérna er sverrarörið. Þú borar í gegn og svo tekur rörið úr og svo tekur öðrum megin hérna út fyrir hausnum á sexkantbolta, innan sexkantbolta. Og þannig að þú rauninni pressar hann í gegnum ytra rörið, þannig að þetta rör pressast að innan inn í hitt rörið, þessi beina. Þannig að þau eru þannig að þú ert með 25 sinnum 2, þá ertu með 20 mm rörið í og það er millimeters munur. Þannig að þau passa mjög vel saman, það er smá bíl og ég hafði grunn það sko ef ég hefði ekki rúnað alveg endan, bara tekið svona með úrsnarar eitthvað vel að það hefði verið óbeitt. En það sem ég gerði síðan, ég setti síðan álhnóð í endan líka. Á 10 metra seinni þegar ég var búinn að skipta um elementin, en þá brotnaði bara einhvers annars þar. Þannig þetta er mjög stór spurning ekki. En ég ætla bara að fara í sverar efni sko, ég nenni þess ekki sko. En hefur ekki brotnað þetta þessum hefur verið band inn í? Nei, það er sko 15 og 20 metra jakanir, þeir eru allir í lagi, stóru jakanir. Og eru böndin í þeim? Já. En það er ekki svo að bara setja band inn í? Jú, það... Þess að þú setur band inn í til þess að
þegar röri víbra, þá er bandið inni að víbra líka, en slæst bara í á móti. Þannig að virkar bara dempari. Já, þetta er bara dempari. En er aðra víbringur, sem að skemma þá, eða þetta, Ég held það, sko. Ég held að þetta hljóti bara að vera víbringur. Ég get ekki séð að það sé neitt annað. Þetta er bara víbringur og málfreyta og... Er eitthvað í víbringur? Ég, sko... Ég var eftir að hafa heyrt alveg. Já, maður heyrir alveg í þetta, sko. Og hérna... Ég er með þess að setja, sko, teygjur í stauginn, sko. Þetta er svona... Það er náttúrulega allir turnin víbrar líka stundum. Það er líka vandamál. Það er að því hann er náttúrulega... Ég veit ekki hvort það sé bara strekt stauginn, sko. En það er að ég vil að setja svona víbringsteygjur í stauginn til að þau sé ekki að víbra. Því þau sé og þá hristist allir turnin. Það eina sem er brotnað á mér er þarna í hotlulegur aftan þig. Já. Það eru bara fíberrörin undir spólunni. Já. Það er ekkert annað brotnað. Nei, þetta er alltaf veikasti hlutin af þessu spóla á 40 metra jakka. Já, svo bara, ég ætlaði bara að sýna ykkur aðeins eitthvað yfirbót. Þetta er hérna... Það varst að nota hérna eitthvað drullumall í samskeytin? Já. Ég nota bara hérna... Það er til hægt að fá hérna í Forsberg. Svona álkóti? Alusti. En svo keypti ég frá honum hérna Justin í Innovant hennar, eitthvað sérstakt, og svo keypti ég núna líka frá DX Engineering, eitthvað sem þeir nota þarna. Til þess að hérna, það er eitthvað náttúrulega oxast þarna milli. Það er einhverja leiðni? Já, það er, sko, það er á, þau verða bara svörta innan, sko, ef þú gerir það ekki, og þá svo hætta það endanum að leiða. Það verður varðið mikið salt? Ekki þannig, sko. Ekki sem ég... Hvað er þetta langt niður í sjóhjáður? Ég held að það sé cirka 5 kílómetrar. Það er bara svo sjaldan, sko, einhver svona... Vestu veðrin er náttúrulega einhvern austan, norðaustan, Vestan átti getur verið leiðilega þetta. Já, þá er svo langt, sjórinn fer þá ekki yfir, sko. Ég er að fá úr vestanáttinni á mér uppi til, sko. Í vestur þarna er bara yfir land, bara alveg, Suðvestan, sko, á sjó. Þessi útsýningunni. Já. Þannig að þetta er hérna, ég ætla að segja bara svona, hvað er músin? Ég ætla að segja hvað ég get hérna, bara svona, En varst það kannski íhuga að hafa rörum bara öll jafn sver og bara skrúa endana saman? Sko, þau verða bara svo þung ef þú gerir það. Men þú þarfst bara að hafa endana sem eru skrúaðar nú þungir og nú þykir, sko. Allt til má vera þinnri, sko. Þú sjóðu bara hringinn, svo 2 stubbar sem eru skrúaðar saman. Já, en ef þú er komið elementi eins og 20 metra jakkanum sem er 20 metra, það er þá 10 metra, það er 5 metrar. 5 metrar í Já, það er 5 metra langt rör sem á að standa svona út, sko. Ef þú ert með það 30 mm álrör, ef þú prófa að halda á því bara. Það er ekki alltaf 30, bara stubburinn sem er skrúað saman, sko. Þú veist, taka svert og mjótt rör yfir í næstu múffu, ég held að það sé það að meina. Já, það er það sem ég gerir, sko. Allir í Gunnar Arason. Ekki fyrir ál kannski, en ég var einmitt að íhuga að smíða svona og redri svo. Já, suðumúffu, skrúa saman. Það er ástæði fyrir að þið sjáu ekki mikið á loftinu úr riðfríu. Ég ætla að prófa þetta svo, sjá hvað gerist. Er það kostnaðurinn? Bæði, þyngd og svo er annað, sko, að riðfrítt, allavega ákvæmna tegundur riðfrí eru sem ferromagnetic eins og járn. Ég veit það. Og leiða því mjög illa erraf. Þannig að þeir eru að passa ykkur því, já. Riðfrítt er líka frekar deikt efni, en leka þetta tímanum. Bara þungt, sko, þetta er... Hvað stýst?
vil ég bara sýna ykkur hérna smá. Þetta er svona, já, það er nú einhver myndbönd á síðinu minni á YouTube, sko. Þetta er hérna, var síðasta vetur ef ég man rétt. Það er náttúrulega einn kostur að ég er bara með 2 loftmynda rótor. Það er ódýrara að vera bara með, þegar ég er með svona marga turna, það er ódýrara að vera bara með fullt af loftmyndum mónbondara því að hver svona rótor kostar 100 og eitthvað skall. Og svo skiptir bara milli? Já, ég skipti bara milli og þeir bila. Og hérna er sem sagt þessi fíni Jesúrótor. Það er sjá þetta. Ég er að koma þarna upp, fyrst skipti. Þú ert ekkert loftröttur? Nei. Bara þegar ég er í svona vinnulaustu. Ég hata þessa vinnulaustu. Nei, láttu ekki svona. Ég er bara fullkomlega öruggur á hérna, sjá að hann snýst bara hérna. Og ég er eitthvað hérna, skil ekki alveg hvernig. Snýrur hún bara með hendinni? Já, en samt sko, þið sjáu það eftir smá hérna. Samt snýst húsið. Sjáu þetta. Sjáu það ekki? Þetta er svo í liðið sko. Hann er akkur, þetta ekki fært hérna. Sko það sem gerist var að rótorinn snýrist allur, eða sem efri hlutin á rótornum. Þannig að hann bara snappaði bara, hann snýri sig bara í sundur. Fínast að ég er svo dótt sko. Ég endaði með sko, ég endaði með að setja einhverja þversla bara hérna og skrúa saman sko, því að ég gæti ekki skipt rótorinn. Já, ég ætla að festa hann, það myndi ég eyðilega sko. Ég man eftir því sko, Ingi Sveins heitinn var í gamla daga svolítið mannum, hvort hann gerði einhvern veginn alveg róði, en hann var sko að spá í stað bremsu sérstakka fyrir ofan. Já. Jesúrótorinn er eins og þessi minni Jesúrótorar, þeir eru ekki með neitt í bremsu. Það er bara tregðan í hérna tannveginum. En 2008 rótorinn er þó með fleig sko, en út í álboddi. Þannig að allt þetta hérna rótadótt sko, þetta er algjört rast sko, ég hata þetta. Það er hérna, þetta er hérna, þetta er svona, þið sjáu svona bara vinnuðarstöðuna þarna eitthvað, þetta eru svona, ég ætla að sýna ykkur bara hérna, þetta eru sko, þetta eru svona svona vinklar og svo smíða ég þetta hérna drast hérna, þetta er svona, þetta eru bara svona flar vinklar hérna, ég geta bara smíða ofan á bara. Ég þurfti að gera þetta líka sko. Farið hjá mér rótor nákvæmlega svona sko. Já. Þetta er lesen, en það er samt voða. Þessi sama típa? Nei, það var Hægen rótor, minni rótor sko, hann fór bara svona. Ég kom í pörtum bara, ég hann bara. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er allt alveg helvítið strætt sko, en ég er núna með hérna alfaspit uppi. Já. Og hann er... Er það ekki sama ruslið? Nei, ég er með, stóri er undir 40 metrar netinu, en ég er með litla undir þessu. Já. Þetta er nú bara 2 snýður sko. Já, ég hefur reistir ágætið. Þeir eru alltaf miklu sterkari. Það er Moskvus mótorinn. Það er Moskvus styrkumótorinn. Það er ekki bara fínt. Jú. Þannig að þetta er... Þetta fólksgrannisla sko. Selt frá Kanada, ég veit ekki alveg söguna bak við það. Já, það er reyndar að fá á skýrslega. Það er í Vimo selur núna. Já, og líka hvað er DX-shop eða eitthvað í Breitlandi. Já. En það er eina sem er svona gott slæmt við alfaspitinn er að hann nota svona rítireilega svona púlsar til að mæla staðsetninguna og hann getur bara snúist endalaust. Það er engin stopp á hann sko. Þannig að það er svona ef eitthvað klikkar í rótornum þá geta hann endanlega bara snúast margar hengi og eða líka kóðisinn. Það er svona, maður aðeins að passa upp á það. En þetta er svona herðu, en ég ætlaði ekkert að hafa það neitt miklu lengra. Já, það snýst endalega sem munnar ef nefnin klikkar og hann er ennþá að fá rafmagn. Já, ef kontrollin á að
hann á að hætta, ef hann hefur ekki fengið púls í einhvern ekstra tíma, ef hann að reyna að snúa og fær ekki púlsinn, þá á hann bara að stoppa, sko. En þarna ertu með einhvern hugbúnað og gerðist það ekki hérna, hjá Íra, einu sinni. Þar sem hann sneri Kovacsson bara í sundur. Kovacsson fór í sundur alltaf. Já. Af hverju það var... Já, ég man ekki, ég veit ekki svona. Ef þið er líka gerst hérna. Ef þið er að tala um gamla alfarsbítinu, þá náttúrulega glemdist að setja bora fyrir stoppboltan inn í rörið upp. Já. Það snerist þá bara netið inn. Snerist bara rörið í rótótum, sko, svo boraði inn í rörið og settu boltinn og festu þannig, sko. Þetta er alls konar vesen og það er náttúrulega bara heilmikið mál að halda loftmyndum uppi hérna á Íslandi. Þannig að þetta er bara, maður hendir þeim upp og svo maður niður aftur sjálf eða hjálp og hendir þeim upp aftur og þetta er bara, maður verður bara að taka því. Því er ekkert að fara í fílu, sko, þetta kemur niður. Þetta er bara, ég lokið mínu alveg. Einu spurning, Guðmundur Sveinsson, er það hérna? Hann var hérna. Það er sem bróðir, það er sá sem fór í Tyrkland í allar áttir. Einstaklega áhugavert, þakkaði kærlega fyrir og hann verður svo aðeins sá hann, þannig að ég spyrja þá ekki endilega neitt að tekja. Svo, þakkaði aftur. Já.